Herru, þá komin að þætti númer 2 í þessum 5 hlutum sem við þurfum alveg að sleppa. Bara alveg að hætta, eins og ég sagði fyrir að þætti. Við þurfum bara að sleppa þessu. Við þurfum bara að láta þetta frá okkur og hætta þessu. Og ekki bara eitthvað smá, alveg. Í þessu þætti ætla ég að tala að leiðrétta fólk til þess að líða mikilvægur. Eða leiðrétta fólk til þess að líða eins og hefur rétt fyrir þér. Að leiðrétta fólk til þess að vera mikilvægur. Eða fá tilfengni að vera mikilvægur. Menn sem hafa alltaf fyrir að þau þurfa að leiðrétta fólk eða vera að þræta og þurfa að hafa rétt fyrir sér, að þeir þurfa basically að segja að þeir þurfa utanaðkomandi þætti fá samþykki frá öðrum til þess að hafa rétt fyrir sér. Þeir eru ekki að fá þetta innra við. Ok, maður sem veit mikið og er rosalega klár og veit mikið, hann gerir sér grein fyrir að hann veit ekki neitt. Þegar hann er það klár, búin að læra það mikið, að hann veit hvað hann ætti að læra. Og það er svo mikið upplýsing og mikið sem hann getur lært. En maður sem veit lítið og með lítið upplýsingum hjá sér í heilanum og veit og er ekki klár, hann gerir sér ekki grein fyrir þessu. Honum líður eins og hann veit allt og er rosa klár og með svörinu öllu. Hann fattar ekki að hann veit ekki neitt. Það er rosalega algengt. Þannig að því meira sem hún veist, því meira veistu og veist ekki. Því minna sem hún veist, því meira heldur að þú veist allt. Og þegar menn rökræða, þeir hafa þörfun til að hafa rétt fyrir sér. Að þegar það hafa ekki rétt fyrir sér, þá basically að árás á egoið. Þá að viðurkenna við sjálfum sér að þeir viti ekki neitt, eða ekki klárir eða voru heimskir. Þannig upplýða þetta, hann að þurfa að hafa rétt fyrir sér. Ég lendi oft í því að ekki kannski rökræða en að kannski útskýra eitthvað fyrir ykkurum, en manneskjan vil ekki hlusta eða manneskjan vil ekki taka móti upplýsingunum, vil bara hafa rétt fyrir sér. Þá ég ekki að rökræða. Ég leyfi manneskjunni að halda sem bara heldur. Og þegar ég ætla ekki að eyða minni orku og tíma að reyna að samfæra eitthvað mannesku eitthvað. Og með svo oft leyfi fólki að hafa rétt fyrir sér þegar ég veit að ég hef 100% rétt fyrir mér. Að ég hef meira upplýsingar og meira knowledge og hef reynslu. Þá leyfi ég bara, ekki tilbúin að hlusta eða taka marka á þessu, leyfi ég bara halda þessu halda og láta þeim líða og halda að þau hafa rétt fyrir sér. Ég bara veist að þú hefur bara rétt fyrir þér. Að þegar ég eyða tíma og orka ég að leiðrétta eitthvað sem ekki að fara að viðurkenna að hann veit ekki, skilur við. Eins og menn sem rökræða og þurfa að hafa rétt fyrir sér, mæla sitt eigi gildi og verðmæti í öðrum með því að reyna að leiðrétta fólkið og reyna að hafa rétt fyrir sér til þess að líða eins og þessu betri eða klárari. Þá þurfa að hafa rétt fyrir sér. Þegar maður þarf að hafa rétt fyrir sér, þá maður basically að sýna maður þarf þeirra samþykki til þess að líða eins og maður sé mikilvægur eða betri. Og þetta er mjög algengt með menn að þeir bara þurfa að hafa svo mikið rétt fyrir sér og geta oft verið reiðir, bústa eitthvað þeirra og svona yfirmennsku brjálæði og þurfa að láta hinn að hafa vitlaust fyrir sér eða níðast á þeim til þess að líða eins og þeir séu eitthvað. Þetta er rosalega barnaleg hegðun af því að þeir eru ekki að fá sitt verðmæti eða sín gildi eða sitt svona mikilvægi, bara hversu mikilvæg þeir eru að innan. Þetta er ekki að koma frá hjartan þeirra, þetta er ekki að koma frá þeim sjálfum. Ok, og hvað getur þá gert til þess að laga þetta? Og ef við náum að laga þetta og hætta rökræða við fólk, að því að þú rökræða við fólk, þá ertu að missa value, þá ertu að missa virðingu. Ég tók með þessu eftir hjá sjálfum mér, því meira sem ég fór að læra og fá meiri þekkingu, þá hef ég minni áhuga að tala, minni áhuga að segja fólki hluti og tala, og þó ég segi núna að tala inn í podcastinu en eitthvað svoleiðis, eða leiðrétta fólk. Oft leyfi fólki bara kenna mér eitthvað þó ég veit það, að ég veit að þeim líður vel og að hjálpa þeim og þau eru bara að sína mér eitthvað. Það er mjög algengt þegar menn viti eitthvað og einhver annar maður að segja honum og hann nú þegar veit það og hann móðgast hann. Bara já, ég veit þetta alveg. Eins og hann sé eitthvað minni maður fyrir að hann þurfti að fara að kenna honum þetta. Oft, þegar menn eru að kenna mér að segja mér eitthvað til, þá bara leyfi þeim að gera. Þeim líður vel með það. Ég þarf ekkert eitthvað sanna mig eða sína mig eða segja hvað ég veit og eitthvað svoleiðis. Þegar einhver er að kenna eitthvað svo veist, lögum bara að kenna þér aftur. Menn elska að kenna. En allavega, hvernig lögum þetta? Hvernig fyrir að svona, fyrst að vera meðvitaður þetta? Er ég að fara að rökræða eða reyna að eyða mínu tíma og orku? Ég er að samfara eitthvað aðra mannesku að hún hefur vitlaust fyrir sér. Og yfirleitt vil fólk ekki viðurkenna. Þá þarf að viðurkenna fyrir sjálfum sér að það er búið að hugsa vitlaust í 1 ár eða hafa eitthvað trú eitthvað. Að halda eitthvað 1 ár eða 2 ár eitthvað svoleiðis. Þarft ekki staðfestingu utanfrá
að hafa rétt fyrir þér, af því að bara þú mátt alveg hafa rétt fyrir þér sem þú þarft, og ef einhver ekki sammála þá skiptir ekki máli, þetta er bara þín trú, skilur, bara það sem þér finnst. Þú þarft ekki að fá viðurkenninguna frá hinum til þess að vera sammálaðir til þess að líða eins og þau rétt fyrir þér eða sért mikilvægur. Alvöru maður veit alveg að hann þarf ekkert alltaf að hafa rétt fyrir sér, þannig að þegar hann hefur vitlaust fyrir sér og skiptir ekki neinn máli, hann bara ok, hvernig vantaði með fleiri upplýsingar, ég bara vissi þetta ekki eða hugsaði þetta vitlaust, bara þarf ekki alltaf að hafa rétt fyrir sér. Það er svolítið frjálst að líða þannig að maður þarf ekki að hafa rétt fyrir sér, bara hafa vitlaust fyrir þér, ok, ekkert mál. Og hann er alltaf tilbúinn að læra af öðrum. Ef þú horfir á alla eins og þeir séu kennarar, allir í kringu þig geti alltaf kennt þér einhvað, þá ertu miklu opnari fyrir að læra eitthvað nýtt og mun taka eftir fleiri hlutum sem getur hjálpað þér, eða aðstoða eða náða lengra í lífinu. Fólk sem líður eins og það veit allt og þurfa alltaf að rökra, það getur ekki lært meir, því það líður eins og það veit það. Þannig að einhver kemur og segir hann einhverja nýja aðferð, þá trúir hann veit betur og þá lærir hann ekkert. Þannig að þetta er svolítið að vinna á móti manni að líða eins og maður viti allt og þurfi að rökra og svoleiðis til þess að fá samþykki og finna að maður sé mikilvægur. Alvöru maður líður ekkert illa eða vanmátt fyrir ekki að vita eitthvað eða hafa vitlaust fyrir sér. Að hann skilur að þetta er bara hluti af lífinu, að maður veit ekki allt. Gerir menn miklu jarðbundnari og miklu aðlaðandi, og eins og fólk sem er með svona charisma er einmitt svona, af því að það þarf ekki að þræta, það þarf ekki að hafa rétt fyrir sér. Þetta er svona að þú eru miklu meira charisma þegar þú nærð tökum á þessu. Og þögnin er sterkari heldur en talið, og það sýnir styrk að vera meira í þögninni og þurfa ekki að tjá sig að einhverju leyti, skilja, að þurfa ekki að hafa rétt fyrir sér. Að þögnin er miklu sterkari heldur en orðin, og þegar þú ert vanur að ekki opna alltaf eða þú ert vanur að ekki alltaf þurfa að þræta eða tala eða hafa rétt fyrir þér, og þegar þú ert meira í þögninni þá hafa orðin miklu meiri kraft, þá er fólk miklu meiri tilbúin að hlusta á því, af því að þú ert ekki alltaf talandi og alltaf hafa rétt fyrir þér og alltaf að reyna að þræta fyrir allt. Og líka eitt sem getur gert er að þegar þörfuna fyrir að þræta eða hafa rétt fyrir þér er að spyrja sjálfa þig, er ég að reyna að hjálpa aðlaganum og aðstofan, eða er þetta ég að reyna að líða vel fyrir að hafa rétt fyrir mér? Er ég að reyna að koma mínu framfarir bara svo mér líðu vel, eins og ég sé betri eða mikilvægur? Að vera meðvitaður sin eigin hegðun er fyrsta skrefið. Ég ætla að segja þetta aftur, það sem ég sagði í byrjun, að manneskja sem veit mikið, veit hvað hún veit lítið, manneskja sem veit lítið heldur hún veit allt. Þannig að gáfustu og menninir sem ná langt og vita mikið, þeir tjási minnst, hafa minnst þörfuna fyrir að tala og segja fólki að þeir vita svo mikið. Það er svo skrítið að upplifa þetta, og þetta er bara hegðun sem við þurfum að hætta að vera með, losa okkur við þetta. Og ef þú ferð að rífast við eitthvað eða þræta eitthvað og þú bara shit, ég er að þræta við hann því ég vil bara hafa rétt fyrir mér, með langar líða eins og þessi mikilvægur eða klár, við kynntum bara fyrir gæðin, bara veist að herru, þessi hegðun hjá mér að láta mig haga eins og lítil tík, þess bara afsökunar eitthvað svoleiðis. Þannig að þetta var alltaf sund í dag, þannig að ekki að fara að leiðrétta fólk til þess að líða eins og þessi mikilvægur, til þess að hafa rétt fyrir þér. Stundum er best að bara leiða fólki að fara að gera sitt prógram og fara að gera sitt líf án þess að þurfa að leiðrétta. Það er eitt að leiðrétta manneskju að þú ert að reyna að hjálpa henni eða aðstoða og eitthvað svoleiðis, en að leiðrétta til þess að líða eins og þú sett mikilvægari eða betri, bara hætta því. En allavega, takk fyrir að hlusta, sjáumst næst.